Hvað eru margir að æfa hjá meistaraflokk og öðruflokk? Þetta er 16 til 18 strákar hérna á grófnum og þetta eru 10 til 12 strákar í Reykjavík. Síðan eru strákar á Akureyri, það er þriðji hópurinn, það eru 4 leikmenn þar. Þannig að þetta er svona þrískipt. Já, æfa þá bara algjörlega á sínum stöðum, þessum 3 stöðum. Já, það má, Arnar Sigurðsson, leikmaður okkar, er svona í forsvari fyrir Reykjavíkur gengið, má orða það þannig. Og síðan eru strákarnir, ungu strákarnir, það eru reyndar allt annarflokks strákar frá Blönduósi, þeir eru inn á Káa, öðrum flokk Káa, æfa með þeim. Og síðan er þessi hópur hér sem ég sinni og er með. Þannig að þetta er þrískipt og mikið búsluspil. Hérna á Króknum, hvað er æft oft í viku? Hvernig er það? Við æfum 5 sinnum í viku, yfirleitt. Þetta getur farið í 6. Við erum að æfa 5 sinnum og það er verið að æfa raunverulega alla daga. Ég hef helgarnar, laugardag og sunnudag, hef ég ekki planaðar, orða það þannig, því að þá er ég að vonast eftir að komast á stóran völl og geta þá spila leiki og þannig að uppsetningin er þessi að það er verið að æfa mánudag, þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag alveg fast og síðan eru séræfingar ef aðstæður leyfa á föstudögum og síðan er leikur annað hvort laugardag eða sunnudag. Þannig að við erum að koma saman alltaf upp í 6 sinnum á viku. Já, og hvar eru þessar æfingar hérna? Já, æfingarnar eru náttúrulega ansi víða og því miður. Þá er engin svo kallar sama staður. En við erum að æfa í reiðhöllinni. Við ekki góðar aðstæður, myndi ég segja, og svo erum við að æfa í Varmahlíð á gervigrassi þar. Við höfum haft sal til einkanota ef aðstæður ekki og við höfum stundum þurft að fara í vetur inn í salinn í Varmahlíð þar sem hefur verið snjór yfir vellinum í Varmahlíð. En þetta er sparkvöllur og lítið svæði. En síðan höfum verið í þrefsport 2 ára í viku. En sá tími er úti núna og nú erum við að fara á Blönduós og við æfum þannig í dag að við erum að æfa í reiðhöllina á mánudögum, við erum að æfa í Varmahlíð á þriðjudögum, við erum að æfa á sparkvelli á Blönduósi á miðvikudögum og svo erum við á fimmtudögum aftur í reiðhöllinni og síðan er þessi möguleiki að taka séræfingar hér á okkar litla sparkvelli sem jú sá minnsti á landinu og ef ég man rétt var hann sá fyrsti sem að KSÍ úthlutaði eða kom fyrir. En þetta er sem sagt planið að við erum 2 í reiðhöllinni, 1 sinni í Varmahlíð og 1 sinni á Blönduósi. Já, með þetta, hvernig gengur að setja upp æfingar á því sem þú hefur, þessu æfingarsvæði sem þú hefur til umræða? Ég er náttúrulega afar óhress með aðstöðuleysi. Undirbúningstíminn eru 6 mánuðir fyrir Lengjubikarinn og það er náttúrulega bara hræðilegt að upplifa það hér eftir öll þessi ári í þjálfun að við skulum vera svona langt á eftir bara öllum liðum. Ég fullyrði það að þessar aðstæður sem við búum við hér eru bara ekki liðin neins staðar í annarri deild og uppúr. Þetta myndi hugsanlega ganga í neðstu deild en við erum með stóran hóp af mönnum, góðum mönnum, strákum sem eru æfa við mjög, verð ég að segja, daprar aðstæður og strákar sem eru sterkir að banka inn í 19. landsliði, til dæmis 2. Og aðstæður eru
í þessu riðillinni, það sléttur völlur í einhverja 5 mínútur og síðan er bara ekki nokkuð leið að spila þennan fótbolta. Það er hægt að hlaupa og djöflast. Sparkvöllurinn hér er eins og ég sagði áðan, sá minnsti sem á landinu. Ég vann nú á Patreksfirði fyrir árið síðan og þar var sparkvöllur á Birkimel, 20 manna sveitaþorp og hann var 3 sinnum stærri heldur en Gerðargrassi hér. Þannig að við skulum bara átta okkur á því ég hef verið að líka þessu við þannig aðstæður að þetta aðstöðuleysi hér eins og að ef að körfuboltamenn hefði engar körfur nema bara hálfum mánuði fyrir Íslandsmót. Þetta er eiginlega bara liðslega. Ég ekkert að skafa hlutunum ekki. Hvaða afleiðingar heldur þetta hafi fyrir þá yngri flokkastarf og þessa stráka sem við höfum að þessi völlur komi ekki næstu ári? Hvað heldur að gerist? Við náttúrulega, þá má ég segja að yngri flokkastarfið rulli áfram svona þokkalega. Þar sem það er hægt að komast inn í sal einu sinni 2 í viku. En þegar komið upp í meistaraflokk þá eru bara þessi strákar og við erum varið það í fyrra að á sama tíma þá fóru 2 efnilegustu strákarnir annað út af aðstöðuleys hér og það var Fannar Örn og Fannar Freyr og þetta telur ef við ætlum að halda þessum strákum sem að við eigum og ég teka fram, við eigum annað flokk líka sem er náttúrulega bara frábær frammistaða af ráðamönnum hér og við eigum annað flokk og ef við ætlum að halda þessum strákum á svæðinu að þá þurfum við að búa til aðstöðu fyrir þessa pilta og stúlkur. En þetta er 200 manna iðkandahópur sem fótboltadeildin hefur og það gefur augaleið að við þurfum að taka á því með viðeigandi hætti og skapa þeim aðstöðu. Með viðeigandi hætti þá ertu að tala Gerðargras í fullri stærð eða hvernig? Já, ég er Gerðargrasvöllur, hér snjóar ekki dómið. Það er bara breytt tíðarfar út um allt land og ég segi hiklaust og vil endilega koma því umræðina að Fjölbrautaskólinn hérna sem er mjög framalega eins og til dæmis varðandi verklega eða verknámshúsið hýsir þar góð tæki og ég er alveg sannfærður það og bendi á það að þeir strákar sem eru að æfa á Blönduósi, 4 strákar frá Blönduósi sem eru að æfa á Akureyri og þeir færi í skóla hér ef að væri hér aðstæður við hæfi og Boginn sem er náttúrulega trekkir að nemendur fyrir skólavist. Ég er alveg sannfærður það að ef að yrði hér Gerðargras í fullri stærð upphitað að þá myndi það vera hagur Fjölbrautaskólans ekki síður en iðkanda hópurinn myndi stækka hér á grófnum. En þá ég vetrartíma, hvaða verkefni hafa strákarnir og hvernig eru þau þá stemdir í þau verkefni þá sem ef við lítum á þá aðstöðuna sem að hún sé ekki nógu góð og hvernig þá tekst þeim að aðlagast að spila þá væntanlega á stóran völl. Er það eitthvað vesen eða? Já, það er bara vesen. Ég hef nú fengið hér svona aðeins frá stjórnarmönnum að þetta kosti að vera að fara hér og spila 2 leiki hér helgi eftir helgi fyrir sunnan. Ég er að spila á 2 liðum, annar flokkurinn er að spila annars vegar og svo meistaraflokkurinn. Og við erum það gefur augaleið að ég verð að reyna að nýta alla þá möguleika sem ég hef helgar að komast á stóran völl því að hér er ekki hægt að stilla upp, hér er ekki hægt að fara yfir taktík með góðu móti nema bara á töflufundum í raun. Þannig að ég bý við bara mjög erfið kjör hvað þetta var. Já, ekki svona.